Eiríkur Bergmann Einarsson, gjörðu svo vel. Kæru félagar, ég eins og aðrir fagna þessum tillögum sem hér eru framkomnar nýtt fyrirkomulag til Alþingis kjörs. Ég átti satt að segja ekkert endilega trú á því að við myndum ná saman í þessu máli, enda sjónarmið það andstæð, þó svo að flestir hafi kannski aðheilslandi eitt kjördæmi að þá hafa sjónarmið að halda sterku kjördæmaskipulagi einnig verið mjög sterk. Og hér komið að máli þar sem að menn hafa mjög sterkar og brennandi sannfæringu fyrir ýmsum þáttum. Og mér finnst lausnin sem að boðið upp á sannarlega snilldarleg. Það sem merkilegt finnst mér við þessa lausn það að hún ekki bara málamiðlun á milli þáttar sem að eru kannski eðli sínu ósættanlegir, heldur hún heildstæð og eiginlega bara býður upp á glæsilegt kosningakerfi sem að gengur upp með innra samhengi. Það vitaskuld ansi margt í þessu sem að ég myndi vilja sjá öðruvísi, eins og til að mynda það að það væru ekki svona margir þingmenn sem væru bundnir, að efri mörk kjördæmanna yrðu færri og svo framvegis. En í ljósi sátta og þess mikilvæga verkefni sem við höfum fengið að ná saman tillögur, að þá get ég bara mjög vel fellt mig við þá niðurstöðu sem að nefnd hefur náð, og ég virði þá málamiðlunar vinnu sem þar hefur farið fram. Ég þekki það vel úr minni eigin nefnd, B-nefndinni, að þetta málamiðlunarstarf getur verið flókið og þegar að eitt atriði tekið upp að þá á nú svona öll málamiðlunin það til að riðlast, og í ljósi þess að þá sætti ég mig við þessa lausn og mun mæla fyrir henni við hvern sem og hvar sem Takk fyrir og til hamingju með þessa frábæru lausn. Höfundar hennar eiginlega heiður skilið fyrir að hafa útbúið þetta flotta kerfi. Takk. Gísli Tryggvason, gjörðu svo vel.